Nágrannar á norðurslóðum í boði Air Iceland Connect. Velkomin borð. Komið sæl og velkomin í nágranna á norðurslóðum. Við heilsum ykkur hérna frá Akureyri og að vanda verður nóg að vera í þættinum í dag. Við heimsækjum FabLab verkmenntaskólans á Akureyri þar sem verkefni Restart Akureyri hefur opnað smiðju þar sem almenningi gefst kostur á að koma með biluraftæki og laga í stað þess að henda þeim. Þá lítum við inn til skósmiðsins á Akureyri og fáum góð ráð hjá henni við að hugsa vel skótaugið. Við hittum Kaju og Júnarak, ungt grænlenskt par sem hefur mikla ástríðu fyrir því að ferðast. Þau heimsóttu 10 lönd í Evrópu á síðasta ári. Þá kynnum við okkur hvernig 4 grænlenskar saumakonur nýta menningararfinn til að hanna og sauma úr selskinnum. Hver hefur ekki lent í því að brjóta skjá á símanum sínum? Eða átt blandara eða samlokugrill sem neitar allt í einu að sinna starfi sínu. Auðveld og algeng lausn í svona aðstæðum að kaupa nýtt, en umhverfisvænni og ódýrari lausn væri að kíkja með hlutinn í Restart. En hvað Restart? Restart verkefni sem að hjálpa okkur að eiga betri samskipti við raftækin okkar. Það hefur verið svo þróun undanförnum áratugum að raftæki í meira og meira mæli orðin einnota og ef eitthvað smáræði klikkar þá þeim bara hent og okkur sagt að það borgir sig ekkert að gera við þetta og bara á haugana með það og kaupa nýtt. Og raftækja úrgangur, hann að aukast, það ekki? Jú, út af þessum völdum þá hafa fyrirtækin komist upp með að hanna verri og verri raftæki og í rauninni hanna ákveðna úreldingu inn í tækin. Þannig að þau eiga ekki að endast og við vitum alla þessar sérfræðingar sem sitja og pæla í Facebook hegðuninni, hvað þarf að sýna áhugavert til þess að verði lengur. Það nákvæmlega sama sálfræðin notuð á tækin okkar. Hvenær getum við keypt sjónvarp af ákveðinni tegund og okkur finnst við ekki hafa verið svikin þó það sé ónýtt 2-3 árum seinna, rétt eftir að ábyrgðin búin og þá sé það ónýtt og þú ert að kaupa nýtt. Ef þið finnst að þetta hafi samt verið sanngjarnt, þá er þetta jafnvel til í að kaupa sömu tegund aftur, þrátt fyrir þessar lélegu endingu. Og það er náttúrulega ekki gott. Það náttúrulega líka gerst að hreinlega framleiðendur eru að hanna tækin þannig að það sé ekki hægt að gera við þau. Menn eru að líma tæki saman, menn eru að byggja saman hluti sem áður voru aðgreindir. Heyrði mitt viðtal við breskan rafvirkja sem var að lýsa breytingum í þvottavélum. Og hann sagði fyrir 10 árum síðan þá hafði hann verið að skipta legur í þvottavélum í hverri viku. Þetta var innan við klukkutíma að vinna, 40 mínútur, 30-40 mínútur, bara smelli nýri legu, ekkert mál. Ég er ekki búin að gera þetta í mörg ár núna. Og hver ástæðan? Jú, þvottavélaframleiðendur föttuðu það að þetta gat lengt líftíman. Þá fóru þeir að byggja saman tromluna og leguna í eitt stykki sem þeir voru að kaupa saman. Það tekur 3-4 tíma að skiptum og engin skiptir það. Og þannig verður rafmagnsúrgangurinn til. Hólmar segir okkur frá því að yfirvöld séu sem betur fer að bregðast við rödd þeirra sem vilja ekki láta bjóða sér þetta. Og döfinni séu lög hjá Evrópusambandinu sem skylda framleiðendur til þess að hanna tækin sín þannig að hægt sé að gera við þau. Og jafnvel láta leiðbeiningar þess efnis fylgja með. Restart til húsa í FabLab verkmenntaskólans en verkefnastjóri staðsins, Jón Þór, einnig sjálfboðaliði hjá Restart. Hvernig tæki fólk að koma með? Það náttúrulega mjög mikið símar. Fólk missir oft símana sína og fær aðstoð við að laga skjáinn og sitja baklið eða eitthvað þannig. Og svo það bara mjög misjant, mikið af samlokugrillum. En þetta bara misjant eins og núna erum við að reyna að laga þetta geisladiskahulstur sem á þessari græju
og það bara eina sem að því, annars virkar útvarpið og allt annað en það voru einhverju 6 geisladiska fastir inn í. Og hversu mörg tæki heldur kannski að þú svona persónulega hafa gert við? Já, ég myndi svona giska að ég kannski búin að aðstofa svona 6 manns við að laga símana sína. Ég hjálpaði inn að laga iPad, eða ekki iPad, þetta svona tablet, Samsung tablet og þetta að koma kannski svona yfir 20 tæki eða eitthvað á þessum tímabili sem við erum búin að vera með. En inn á Restart síðunni sem við erum með, restarticeland.org, erum við með svona reiknivél hversu mikil mengun við höfum sparað í heiminum með því að laga græjunar. Þannig að ef við lögum eitthvað þá setjum við það þar inn og þá sér maður strax að það breytir rosalega miklu bara að laga eina græju. Það eru ansi margar græjur sem að maður þarf að umgangast á sjónvarpsstöð. Þannig að við tókum með okkur svona til gamans eitt ljós sem að væri gaman að kíkja á með þér. Endilega, við skulum sjá hvað þið get gert með það. Hérna er ég komið með ljósið. Já. Þetta er svona stórt svona stúdíóljós. Málið er að það hefur brotnað hérna skrúfa. Nú er ég ekki mjög vel að mér, en ég hugsa að það þurfi kannski að fjarlæga þetta einhvern veginn, eða þú ert kannski betri að greina þetta? Já, það er náttúrulega, það er ekkert mikið annað í stöðunni að reyna bara að bora þetta úr. Það er að segja bora í þessa skrúfu og reyna svo bara aðeins með afli að ná þessu upp úr. Við skulum bara reyna að vinda okkur í það. Restart vinnustofurnar eru haldnar mánaðarlega og best er að fylgjast með á Facebook síðunni Restart Ísland eða á heimasíðunni restarticeland.org. Við höfum erindi sem erfiði hérna í Restart. Við hérna í sameiningu náðum að laga ljósið okkar. Ég hvet alla til þess að koma með sína hluti sem eru búin að segja skilið við þennan heim að þeir halda. Koma með að hinga í Restart og við skulum sjá til hvort það sé ekki hægt að gera eitthvað. Аппариппут инутарутторпут нунарсуармилу ангалаарусуллутик укиоркингуллеқ Европа аалларниутигиваат уллормит уллормут илаатигут сумуннассанерлутик налусарлугу qaammatit pingasut affarlu nunat qulit misigisassarsiorfigaluгит имма оqanнераанни иммаами киллутали масиннатторникуарпут ангалаарнisса тааманна кисинни атта месартаарерлунга уанга кая киортусули таава исмаратингиппугут катерсиниарлута ангалаарниссатсинна таамали агаланерминни биомассутсимик сулинеқ мисигисааса илагаат матаанна эққаманарнерпаа тусканнимилу италиамилу сулиникунгатта таава соорлу инуиннаат неоқатингалуги иноориасиаллу пулаффингиллуарлугу соркултоориат оқаасииннерисаат тамакку тамаасасоорлу уллуиннарни иноориаси малиннааффингалуги тааккуа эққааманерпаавагут аама инунни соркеммалаати таартарнерпаама пинеруллугу тасмисингисақақ нериуссуарпуллу ила таакку неймақарфингалуги таакку мисинги тас нуаннернерпаатаама эққаамагу таавалу мақатаалаанниминнерпу иноориаси алларуйуссуа оқаати алларуйуссуит Европа мимисингисатсинни аллаанеруйус тааннартаама соқутингина нарами соорлу алларуйуссуарн пиллуни такусақарлуниами тупиннаа таа агаланерминни аама нунатсиннут эққаанарторсиппут уани ассими такусиннааварпут лемолисон qaqqa taamannak atilik 2002 meterimallata isikkivi aata taam immaam kusanartingiso tikipparput svaisimi angerlarsilaarpugu ila kalallinaan eqqaanartoriussuungami ima nuna taava aputeqarluni silaanna nillataarluni aamma silaannarittoriulluni ila ingammik qaqqarsuarmiikkatta tassani taava уани иллуаққами уннуивун тассани 2600 метерималлута уннуккутаарториуссуа нанерутааннарни икумаллута мисингиварпу имааллаама таанна
Angalassimanaramita qanoq inuttut sunniuteqarpa. Utereerlutasooрлу малунгиварпут нааммангиттарсиннаанеруйуссуангорсималлута аама соорлу инуунераам калалнааннаиоқарнеқ соорлу периарфиссали тут сооққуямасуннерми аама кингунеқарпо перорнарпоқ ассут соорлу утераттаам тасмисингиварпу соорлу баасисақарнерусимагумут аама инутту наммине атаасиаккаатут соорлу нукиттунерулерсималлута аама мисингалута соорлу аасапингилагут соорлу артаорнарсиннаасуималунни соорлу атуариартоққиссангалуарут таама соорлу нукиссатсинни ааллерфигисутут таан ангалане иппарпу Angalarusuttunullu siunnersuutissaqarput. Ersineq ernumanertaakku qaangerlumit kinalunni angalarsinna. Ineriuppungut aamma inuppassuumisingissangaat soorlu nukitnerunartoriussuullunilu nuannerlunilu aamma ilaannikku soorami nuannittoqalaarsinnaasaaloorkisianni kikkun tamanuamka eeqanu innersuunnarput aamanna angalanis ullavartarpungu soorlu misingaluta avaarluta imalunni so imalunni waallaqqissangilanga taakkisianni qanarma massakku utereerluta tass qilanaalereerpungu aallaqqinnissatsinnussoorlu тассами инууни рисиннаангалуарпуллуни тааманна ангалааруйор кисианниаама намминертаиммитсиннуа тассами ангуниангақарусуттуунгаттумарлууллута ингерлариаққиффиссануаллануаама мисилеерусуппу Kaya iunаарарлу qaffasinnерусумик илинниақарниарлутик аасарутан маркимут нуунниссартик пилерсаарутигаат Kaya инатсисилеритуутут iunаарарлу аркитектитут илинниақалерусуккамик Það nóg að gera hjá eina skósmiðnum á Akureyri, Hólmfríði Högnadóttur sem rekur skósmiðinn og álfana í miðbænum. Á meðan við á N4 vorum í heimsókn, fekk hún alls konar skó til viðgerðar. En við ætlum fyrst og fremst að fá ráðleggingar varðandi vetraskófatnað, enda færðin mjög svo misjöfn á þessum ástíma og þá líkið atriði að hugsa vel skóna. Það sem ég held að flestir klikki á kannski það að byrja á því að þrífa þá. Áður þeir fara að græja eitthvað, en svo náttúrulega spurning hvort þú sért með leðurskó eða hvort þú sért með gerviefni og svo nokkra tegundir leðri. Þannig að ef þú ert ekki viss, þá getur náttúrulega alltaf leitað til skósmiðs bæði ráðgjöf eða hreinlega komið með skón og lyft okkur að hugsa þá. Hérna til dæmis ég með bæði leðurskó eða sem sagt gerviefnaskó og svo ég með það sem við viljum kalla núbúk og þetta þessi leðurskór sem eru svona mattir, þeir eru ekki úr þessu glansandi leðri. Það rosalega vinsælt núna og getur verið svolítið erfitt að eiga við. Og þá í rauninni bara að ég yfirleitt byrja á því bara að nota volgt vatn til þess að sjá hvort ég næ ekki mestu upp úr þeim því að maður má ekki nota hvaða sápu sem og hvaða efni sem Svo kannski fer ég í meiri sápuefni ef þess þarf. Svo bara leyfir maður að þorna, ber réttan áburð eða næringu í skinnið. Það til mjög fín næring í svona matta án þess að það verði glansandi. Það þá svona fita eða? Nei, það ef þú færir að setja fitu á svona skó þá þeir miklu meira glansandi og jafnvel þeir bara svona eins og klístraðir. Því að fitan og feitin allt of ríkt efni í svona skó. Þetta næring sem yfirleitt í spraybrúsum og við myndum hugsa að þetta meira svona eins og bara hárnæring. Þetta þunnt efni sem dregur sig vel í skinnið. En þessir gerviskór þá, hvernig þrífur maður þá? Sko, gerviskórnir, það yfirleitt þetta nú plasthúð. Þannig að það að þú getur tekið heitt vatn og þess vegna, þú veist, bara milda sápu. Ég veit að fólk notar svolítið það sem hét grænsápa og heitir í dag held ég blautsápa frá Mjöll Frigg. Svo náttúrulega almálið kannski það að séu allar límingar og allt svoleiðis í lagi og meðan að húðin sko heil. Hérna á þessum nú til dæmis farin að springa mikið og þessir verða aldrei vassheldir aftur sama hversu miklu sílikónu þú púfar á þá. En eins og í þessu tilfelli þá myndum við byrja á því að hreinsa þá, leyfa þeim að þorna, yfirfara allar límingar sem við getum og taka svo og spreyja yfir þá bara sílikóni sem þá
fyrir í rauninni allar gerðir. Já, sílikonið nauðsynlegt en leysir langt í frá allan vanda. Það svo margir sem halda að þú sért að gera skóna vasshelda en þetta meira hugsað að þú ert að setja vasshrindandi yfirborð á skóna þannig að þegar lendir á þeim dropi þá myndast semst dropinn og hann rúlar af alveg eins og þú sér á nýbónuðum bíl í stað þess að hann lendi á efninu og smjúi inn í. Þannig það það sem sílikonvassvörnin gerir og margir eru í, halda að það sé bara, nú ertu, ef þú ert búin að spreyja einu umferð, þá ertu bara komið með góð vaðstífil. En maður þarf að vera búin að þrífa þá áður. Það svona skemmtilegra, bæði bara til að halda sko fallegri áferð, því að þú spreyjar endalaust bara sílikoni umferð eftir umferð, þá náttúrulega enda bara með því að þeir verða ljótir og oft svona gráir. Hólmfríður segir að fólk verði að skoða sólarna sérstaklega. Sumi sólar hendi alls ekki hérna á Íslandi. Það náttúrulega mjög misjöfn efninorði í sólunum og það þetta getur líka verið af munstrinu. Það í sumu munstri að þá, sko, ef maður sér að munstri opnar sig þegar að í rauninni þú brýtur tánna, að þá getur verið nokkuð sem það riður úr sér en þú náttúrulega það brotnar aldrei við hælinn þannig að ef það safnast þar uppi að þá ertu í vondum málum. Stundum getur maður að redda sér með því að maður tekur sílikonvassvörnina eins og maður taka bara olíu á sko pönnu, spreyjar uppi og þá fer það ekki að sko límast svona upp í þessi snjór sem maður gerir oft. En hvernig veit maður það hvort að sólarnir séu góðir eða ekki? Það voðalega erfitt að vita það svona fyrirfram. Það það náttúrulega þó svo þú sést með það skrifað eitthvað niður að þetta séu gúmmísólar að þá gúmmí og gúmmí kannski ekki það sama því að sumt gúmmí ætlaði það að vera endingagott í þurru loftslagi eða á götur eða í möl eða það kannski getur verið alveg hryllilegt í snjó og bleitu. Mér finnst náttúrulega langöruggast ef það eitthvað sem að þú myndir finna sem væri skrifað non-slip eða ice. En þetta ég miða alltaf við það að sé svona svolítið eðlileg þyngd í skónum. Þá veit maður að það mjög líklega gott gúmmí í sólanum og ef maður finnur svona eins og getur fundið svona eins og dekkjalikt. Þá þetta þyngdin og lyktin af gúmmíinu sem ég fer eftir. Hólmfríður segist fá talsvert af skóm sem ekki eru með nógu góða sóla fyrir íslenska vetraríkið og svo eru það aðalgræjurnar, broddarnir og þar stöðug framþróun. Þetta ekki bara broddarnir í mannbrodunum, heldur eins og í þessari tegund að þá ertu með mjög gott sko hálkugúmmí. Þannig þó svo þú væri búin að tína öllum nöglum úr eða tækja það öll úr að þá væri samt með mjög gott yfirborð af gúmmíi bara. Og svo hefur orðið svolítið góð breyting á að hérna komið með karbítnagla í þessa brodda og þeir verða ekki jafn kúptir jafn fljótt og hinir og að bíta sig betur í sem að kannski skiptir svolítið máli sérstaklega þegar fólk í léttari kantinum og hefur ekki mikið þrýsting niður í jörðina til þess að fá grip. Þetta alltaf að aukast að fólk sé að setja svona undir skóna hálkuvarnir? Já, mér finnst það og þetta að dreifast mikið í aldri. Þetta yfirleitt var þetta bara fullorðna fólkið sem var að fá sér hálkuvarnir en þetta orðinn allur aldur. Allir þessir hlauparar sem hérna út allan bæ að þeir eru mikið í, annarkvort bara hreinlega með neldaskó eða með góða brodda. Og ég mæli með því að fólk sé að velja sér frekar góða brodda og geta notað á lengur heldur en að vera að kaupa sér eitthvað ódýrt sem það getur notað kannski eina hálkutíð. En góðir vetraskór og vel hirtir, það gulli betra? Já, ég myndi segja það. Ég myndi vilja sjá vetraskó endast í 3 til 7 ár allavega. Mersortartut pikkorisartut nuumi maani illorpumi ulapaaloortorput atisaliorani tamam pappiliaruussaam titartaqqaarneqartarput ilisserlugulu titartariarlu ilisserlu tamaavim pappilissam aam titartariarlu qiortariarlugit aam annoraaminerm titartariarlu aam qiortarlu pikkorisarnermi kalaallit qanga atisaat puisillu amia qitiutinneqarput Rosangua Rosen atisat aallavieluit nunap nittarsaanneqarnera pillugu ilisimatusarpoq mersortartunillu pikkorisartitinermik aaqissuilluni taassuma kalaallit qanga atisat namminersanarasartagaasa tammatsaalinneqarnissaat pillugu iliuseqarusulersimaroq ukiumarleqaangiupput Københavnimi Københavnimu suliartorama tassanilu Kolding Design School Københavns Universitetillu suleqatigallugit isumassarsivugut puisi amiaqanuisilluta
ниттарсаанерматорнеқарсинааnersoq таавалу qannoq эриагисассатут ингерлатеққиннеқарсинааnersoq проектими аллартитсиниарлута аалиангерпарпут таава наминерсорлутиоқартуссанут типсолату пулиасиимут qinnuteqarpugut укиукингуллерлу тааккуанингаасат писсарсиаралути пиккорissartitsinерми сулеқатааллутиллу пеқатааппут нунатта катерсугаасивиа илисиматусарфик qasигиангуани катерсугаасивик Great Greenland калааллисуулиорнэрмик илинниарфик Københavns Universitet аама Designskolen Kolding таамаалиорниккуллу атисалиортартут пуисип амиа аторлугу нутаалиорсинааниссаат ангуниагаавоқ уани писариақартутут исигиварпут ааллаққааммут укуа эриагисассанут тунгасут ингерлатеққиннеқарниссаат биуюааннар ниссааллу ангуниарлугуна workshop-ингерлаппарпут кисианниаама укуа мерсортартут намминеқ эққарсаатитиаторлугит наммина эққумиитсулиортутут исуммерсуутитиаторлугит сулиақарсинаанера тассанилу Great Greenland пуисиамми 50-30-миссаани тунниуппаат уунга проектимут атортуссангорлугит пиккорissartut сисамаасут намминнеқ аалаангерпаат суник санассанерлутик пиккорissartullu илагаат наянгуартаависин Леонард укуа аталлаа атассут пуисиамиани санавакка калааллеқанга атисаанингаани илусаи ааллаавигалугит уллумиккум туллуарсарлугит тааматитартарникууакка наянгуақ атисаник илусилерсуисартутут илинниагақарпоқ аннораамеэрниллу аторлугит атисалиорнерусарлуни пуисилли амиа аторлугу мерсориаасеқ аллаанервоқ таамааттумиллу пиккорissaqataanini илуарисимаарпаа аннорааминерник амермут ассигингитторуссуугами мерсорнер уангал бисилтаақарфииваллаарнагу таавалу ам Danmark Designskole мингаан илаасоқариарами техниккин ассигингиттуник такутиппаатсигут qanutut илиорсиннаанерсугу аама пуисип амиа аторлугу калааллит qanga атисалиориаасиат пуигуссангиккиппут пиккорissartitsinissамик ааққиссуеқатаасоқ оқарпоқ исумақарпунга эриагисассату таанна тоққортаатигисариақариппут имаассиннаасу аторфиссақартилиссагиппу сиуниссами уку аама мерсортариаасигисимасаат таавалу илутсит тааккуа исигиннаарлугит такусиннаагатсигу тимимут qannoq мерсорнеқарсиманерсу qanu туллуусарнеқарсиманерсу кисианиама уллуиннарни сулиассанут qannoq торхаллатаатигисуми мерсорнеқартарсимасу тааккортай нериуппугу qannoq ингерлатеққиннеқарсинаассасу наянгууп пиккорissarneq писсарсиақарфигиллуарамиук сиуниссами пиккорissartitсоқаққинниссаа нериутигилереерпаа нааллу пуисип амианик мерсорнеқ мисилиттаақарфигиваллаангиккалуарлугу таамааттоқ инуит атисалиориаасиат исумассарсиорфигисақарсимаваа сиуниссамилу таамаалиортуаннарусуллуни ам уа илинниартуугалларамали инаарутаасумик такутитассакка илинниарнеранааммассилеракку экзааминиссутикка инуит атисаанингааннеэртуугамик эққарсаатинни илусилерсуигаагам илааюааннаавиппут аама илааюааннассап аама атортуааннарумаарпакка Þetta var það sem okkur langaði að sýna ykkur í dag. Við sendum bestu kveðjur yfir til Grænlands og kveðjum hérðan frá Akureyri.